Þetta verður klippt út Þór. Já, það gott. Þannig að nema þú segir eitthvað ógeðslega að fyndið. Við erum bara crazy gauðar. Mamma fyrir. Kallar það alltaf ævintýra snúðin sinn. Hvernig var vika þín Þór? Það var glötuð maður. Ok, bara eðlileg. Já. Já. Nei, hún var bara fín. Hún var fín, sko. Ég reyna bara allt í henni myndi ég ekki neitt sem ég er búin að gera. Já, þetta er erfitt svona on the fly Já. að vera eitthvað. Já, ég gerði þetta og þetta. Ég bara reyna að muna hvort ég hafi gert eitthvað skemmtilegt, sko. Hvað veist þér í morgunmat? Ég fæ mig aldrei morgunmat. Það er lygi. Nei, ok. Þannig að segja satt. Ég sá það á svipnum. Ég hef aldrei fíla morgunmat. Ekki? Nei, mér er bara óglatt á morgnana. Það eru margir hannig. Ég var þannig, ekki lengur. Ég bara verð physically veikur og að vakna fyrir hátíði. Já, er þetta meira þá að vakna að snemma? Já. Já, býtu við. Og þá er mér flökurt. Já. Og ég bara líður eins og ég sé veikur. Já, en býtu, er þetta þá þegar ég segi þú veist morgumat? Svona 3 daginn. Já. Þetta er bara fyrsta máltíð dagsins, hún er erfið fyrir þig. Já, ég borði ekki bara í nokkra klukkutíma eftir ég vakna, sko. What? Það líða nokkra klukkutímar. Og svo verð ég alveg bara viðbjóðslega songur og bara ég eitthvað. Hefur hugsað að byrja svona fasting? Af því að ég held að þú myndir alveg gera vel í því. Ég held að ég sé bara alltaf fasting. Þú ert að því? Ég er bara alltaf morgun fasting. Já. Já, ég segja og ég man að mamma var alltaf, þú veist, alltaf tróð í mig morgunmat alltaf fyrir áður ég fór í skólan. Já. Ég var bara kúast. Já, þú er alltaf verið svona. Já, ég bara meik ekki morgunmat, meik ekki mótna bara. Ég bara það eru mótnanir aðlega, já. Og að vakna og koma sér í gang. Já. Og lengi á stað. Já. Kvöldin er þín, eða svona þinn tími. Ég er bara insane in the membrane. Já. Á kvöldin, það er minn tími, sko. Og svona kvöldsnúli eins og þið segja. Já, það er sérfræðingarnir. Já, samkvæmt þessu ertu kvöldsnúli. Takk fyrir. Þú ert ekki morgunsnúður. Eru talandi fólk sem fer til læknis? Já. Sem eru flest allir. En ég held, þú veist. Ert þú þannig hver sem fer til læknis? Ég fer annars slagið til læknis, já. Já. Eða ert þú eins og ég sem fær eitthvað svona kýli á löppina. Já, þetta er eczema eitthvað, sko. Og skefur það af sjálfu með vasanýf. Nei. Jú. Ég var með eitthvað svona og ég skar henni burt sjálfur. What? Ég veit ekki hvort ég er að vera stoltur að það er að hræddur þig. Þetta, kannski, þú veist, var þetta krabbamæni eða eitthvað og ég er bara búin að skera það burt sjálfur. Já. Kosta ekki krónu. En það er líka, það er flest allt svona niðurgreitt hjá læknið, ekki? Það er ekkert það dýrst að fara á heilsugæsluna. Ég veit ekki, ég sker allt burt sjálfur. Já, þú er aldrei farið til læknið, öll þessi kýli og æxli sem ég er með. Þú sást bara Breaking Bad og eitthvað svona, það kosta ekki eitthvað mikið að fara til læknið. Zip, Ég veit farið til læknið svo að það akkur úr að fá öll þessi krabba mína. Það er bara sama hvað það reynir. Ég skerði allt burt sjálfur. Svo búir í frumskoið Gett harður. Ég segði svona fyrir mig láta klút upp í munnin, blauta tusku til að skemmir ekki tennur. Láta öxlan aftur í lið. Ég skói þetta af bara daginn. Já. Og svo sá kona mín bara ég og mig bara þvílitt sár. Hvað varst að gera? Ég bara skera burt og hún klagaði mömmu mína. Klagaði hún mömmu þína? Já. Hvernig? Veistu hvað var að gera? Hún bara eitthvað skera burt eitthvað. Já, þessar konur eru alltaf að klaga mæður. Ekki að segja mömmu maður. Já, hvað sagði mamma þín? Mamma var brjálu, sko. Ég er 39 ára, ég þarf ekki að láta mömmu skamma mig. Jú, greinlega, því að þú þarft að vera til læknis. Ég er alveg sammála mömmu þinni, sko. Þetta, farið til læknis, þú ert að hæga þér eins og úlingur. Nei, ef þú eru með eitthvað, skýrið það bara burt sjálf. Shit, þetta er svo klassik kvöldsnúli, sko. Þetta er klassik kvöldsnúla move. Gilli. Þú veit nú eitthvað annað. En það er nú, þetta er eitthvað. En fyrir ekki, fólk sem veit læknis, já. Weirdos. Nei, ég er enda með
sko, vinnuðin Tóni, eða vinnur okkar, þú þekkir hann enda betur en ég. Já. Hann, ertu múin að heyra eitthvað í honum við að sigast þið það? Nei, ég veit að hann alltaf sendi okkur brandar daginn. Sendi okkur brandar, já, hann búin að senda 2 held ég. Já. Ég veit ekki hvað hann fekk númer en hann hringdi í mig. Nei. Klukkan 5 nóttina. Ég var náttúrulega Ok, bara óvart eða? Nei, það hljómaði ekki þannig. Hann hringdi í mig, ég náttúrulega var svoandi, hann að það fór bara beint í voicemail. Ok, og væntanlega, klukkan 5 nóttina. Já, ég er ekki að Hann er svona kvöldsnúli eins og ég. Hann er kvöldsnúli og greinlega nætursnúli líka, sko. Já. Þannig að ég seifa þess að ég er smá smeykur hann. En er hann að gangi gegnum einhverja? Nei, ég veit ekki, þú veist, hann kannski ég bara eitthvað að frikk út. Er hann einhverju mani eða? Nei, þú veist, kannski ég bara að frikk út fyrir einhverja ástæðu, en ég vildi bara sína þér þess að klippa, hann er að senda inn brandar aftur. Já, ok. En mér varst bara allt í kringum þetta eitthvað smá furðulegt. Klukkan 5 nótt? Já, hvað er það að gera ykkur? Ég heit það ekki, svona listamenn alltaf leikstjóri. Já, ok. En ég bara hræddur kallinn, en hérna eru skilabóðin. Hei, já, ég vona ég sé ekki á að vekja það eitthvað, já. Þetta er klukkan 5, já, eru leiðir í vinnuna, sko. Leiðir í vinnuna. En ég var að pæla, þeir eru alltaf að djóka eitthvað þarna í hlaðvarpinu eitthvað. Það er að Þórhallur, hann er náttúrulega, talaði að hann sé búin að fitna smákarni, sko. Svo alltaf að bæta eitthvað á sig. Talaði daginn og var með gund. Að þú segir hann, eða hann segir bara sko, hann segir eitthvað að tala bumbuna sína. Hann er alltaf að tala bumbuna sína. Og hann er að tala bumbuna sína. Hann segir ég held að þurrkarinn var að minnka fötin mín. Hann bara komst í ljós að það var ískápur. Það var ískápur sem var að minnka fötin. Þessi er nokkuð góðu brandari þessi, sko. Alveg heyrði í mér. Farða að heyri í kallinum. Bara heyri í mér. Sjást. Þetta er stórfurðulegt. Er það ekki? Mér fannst sko, þetta rosa furðulegt. Mæti vinnuna, hann er bara að vinna við að skrifa, hann getur gert það sem þegar hann vill. Hann er bara að skrifa og hann er reyndar að, þú veist, að klippa og gera nýjustu myndinu sinna tilbúna, þú veist, hann þarf ekki að mæti vinnuna klukkan 5 eða 6 eða eitthvað. Nei, það er sem ég held. Þannig að ég fekk svona eitthvað væp eins og hann væri, þú veist, að djáminu hann leið ítla yfir því að... En sko málega hann drekkur eiginlega ekkert. Þannig að þú veist, það er ekki einu svona afsökun hann að vera að hringja fullur. Það er rétt, ég valdi síðan fullan. Og þannig að mætra uppistandan... Hann ennir ekkert að fá sér bjór. Hún veist að leiði þetta. Já, hvað er hann að brasa? Ég held að það sé bara búin að missa það. Kókain? Er þetta svona vökudæmi eitthvað? Já, ég held bara, sko, hann er bara vakandi, þú veist, að skrifa. Hann er búin að hann sé svona eins og fólk sem að, þú veist, svona, er búin að læra yfir sig. Já. Ætla að sé búin að skrifa yfir sig. Hann er búin að skrifa yfir sig brandara. Já. Að því hann er búin að vera á fullu, hann sendir mér líka skilabóð bara eitthvað. Ég er að skrifa á fullu. Ætla að segja að þú veist, hættur að vinna í myndinni sinni og er núna bara eitthvað skrifa brandara fyrir okkur. Ég held það. Til að senda á okkur. Það hljómar eins og hann haldi að við séum með risastórt podcast sem er, ekkert, þú veist, ég er stoltur af þessu podcasti en við erum ekkert risastórir. Nei, við erum bara rétt að byrja. Það hljómar eins og hann haldi að við séum, að það sé miklu meira big deal eitthvað að senda inn brandara. Þetta er ekki mörg 100.000 manns að hlusta á okkur. Sko. Nei, þetta er meira bara svona eitthvað engahúmor vonandi brandarana, sko. Líka, hvað er hann eitthvað að hugsa bumbuna með klukkan 5 nótt? Já, það er, mér finnst það stór fullut, ég veit ekki ekki hvernig maður minnast á það. Ekki þess að segja eitthvað. Nei, ég meina þú ert að fasta. Á mótnana? Já, það er stór partur af því. Já. Þú ert að gera þetta besta bara með að vera kvöldsnúli. Þetta er bara eitthvað skrítið, sko. Mér finnst það stór fullut. Það er eitthvað í gangi með hann tóna. Já, við kannski syngjum henni næsta þetta eitthvað. Ég bara veit ekki hvað því þorri í, sko. En við sjáum bara til, ég meina, ég vona, hann fyrir ekki að senda þér meira, þetta hlýtur bara. Hringdi þú í hann, þú veist? Nei. Ég veit ekki hvernig hann fekk númer, gafst þú númer? Nei, ekkert á já.is. Ég er reyndar á já.is. Já, komin, já. Já, þannig að reyna að hringi í Arnór í Breiðablik. Ok, ég meina,
þetta er ykkur húmor hjá honum. Já. Brandarinn var að þú já, þú veist að þú ekki múin að finna, þú helst að þurrkarinn var að minka föti svo komst í ljósa að það var ískápinu sem var að minka föti stækka bumbunum mín já, því þú búin að borða svo mikið jú, að því þú búin að fitna, segir hann sko já, samkvæmt honum já, samkvæmt honum, ég er ekkert að ég er ekkert að segja það svo ég viti þá bæta svona, þú símar 10 kíló á mann já, og þú veit með 5 símar talandi við símar, ég ætla hvernig sé ekki úr það fórst ekki að taka þetta upp jú wow, það er fucking segja, þú veist hvað ég verð reiður já ef þú klúrar eitthvað, ég verð svo reiður Þórður slæri mig þú hættir þessu ekki að hringi í tóna og þú veist hvað gerist það ég er pæl hvort að við maður henda okkur beint í einn dagskráli stundin er runninu það er komin tími á dagskráli Er hann að segja Aron borða bara Khan? Þetta lag er Aron Khan Já. Og hann borða bara kál Borða bara kál? Já. Ok, það var, ok Andi líf, hjart og sál Aron borðar bara kál Aron borða bara kál Þetta er með vibe Með vibe V-I-B Vib Ekki vibe, þetta er vibe V-I-B Þetta er íslenskt sko Vib Þetta var lag dagsins Já, þar hafið það Þetta bara rakst ég óvart á og ég er bara búin að hlusta á þetta non-stop Já, hann Aron okkar borða kál Aron Khan, borða kál Já, þetta er catchy Já Þannig að þú þarft að reyna að toppa mig næstu viku með Já, ég ætla að borða bara kál í viku Já og kemur inn ælandi Það koma inn ælandi bara Já, ég ætla að heila kál Okay. Blow on my nipples, motherfucker. Nákvæmlega. Ég hefði ekki þetta sagt þetta betur sjálfur. Já. En sást þú frétt helgarinnar? Frétt helgarinnar? Já, þetta er búin að vera út allt. Ertu að tala gæðin í rútunni? Já. Já, þú sendir mér það. Og ég var okkur að horfa á þetta. Þetta er frábært. Þetta er geggjað. Og veistu hvað ég áttaði mig á? Hvað? Ég var bara að horfa á þetta eftir þann. Ég var að tala við hennar gæði daginn. Nei. Jú, ég og Gísli hún fórum út að borða á hræðalestinni. Já, við hliðin á. Já, við hliðin á. Labba framhjá og þessi gæði tekur á móti mig bara eins og þessi besti vinur. Og byrjaði svona eitthvað að grilla mig eitthvað, rauðarður, félagin er rauðarður og kallar eitthvað inn, kemur einhver blindfullu gunnáki með rauðarður. Það var alveg rétt hjá honum. Kemur hann út eitthvað. Komdu fram, ég er að sýndu þessu rauðarður. Ég var að bíða eftir Gísla, ætlaði að fara inn að bíða, en það er bara á því að vera hann úti og spjalla og þetta fyndi það því að þessi gæi leit út bara og allt væpið við hann. Ég var svona eitthvað, þetta virðist alveg fítkur. Já. Þessi gæi gæti bjargað fullt fólki. Oft eru svona áhugamennum áfengi. Já. Stundum eru svona stælar og leiðindi í kringu það, sko. Já. Ekki þessum. Hann er mjög svona jákvæður, skemmtilegur. Þetta er ákveðin típa. Maður sé þetta því að svona fólk á það til að vera alveg bara gæða mannesku, sko. Svo fyndi hvað hann bara ekkert að fela það hann bara fastagestur á bensanum og hélt bara á bjór. Alveg bara, hann var þetta ekki vikingsterkur bara líka, þú veist alveg. Jú. Verður að já, verðum að allan smá bát. Opnaði hérna netgíru og auðlýsingu, það er gaman. En já, þetta er sem sagt fastagestur á bensanum og fyrir þá sem vita ekki þá er bensin, þú veist að manna best, hvað er bensin? Alltaf þannig. Þetta heit, hvað er þetta? Bensinkaffi? Kaffi eða eitthvað? Bara bensin held ég. Já, kalla bara bensin. Kalla bara bensin, já. Og þessi maður er hetja. Segjum ykkur næst frá því að fótbrotinn fastagestur á bensanum sem er bara við Grensásveg sýndi hetjulega framistöðu í gær þegar hann óðinn í brennandi strætisvagn slökkti eldinn og leiddi farþega úr vagninum. Elisabeth Inga ræddi við hetju gærdagsins.
Eldurinn kviknaði í sætum aftarlega í vagninum og grunar lögreglu að íkveikju hafi verið að ræða. Þegar lögregla kom á vettvang hafði niðurlögum eldsins verið ráðið, en það var fastagestur á barnum Bensanum að þakka sem bjargaði málunum. Ég bara viðskiptavinurinn á bensínkaffi, frægasta bar á Íslandi. Bensínkaffi. Og að labba hérna út með bjórinn í hendinni og þetta er svo 9 morgunin reykur út úr öllum hurðum. Vegfarendur hafi verið í mikilli geðshræringu. Villi, eins og hann alltaf kallaður, óttaðist að farþegar og sér í lagi börn væru í vagninum og ákvað að spretta af stað. Þannig ég tek grönni hérna, ef ég sé ekki Þetta er rönnir. Aldrei sé fótbrotið mann hlaupað svona hratt nema Forrest Gump þegar hann braut á sér spelkundar. Hann rauk inn á veitingastaðinn BK kjúklingi, litað slökkvitæki og öskraði. Bara slökkvilistæki núna og svo rönna inn í miðhörunni í vagninum. Sást ekkert fyrir svörtum reyk. Ég öskraði, einhver hreyfing hérna inni, en sá aðeins í gegnum rúðurnar, það virtist engin fullorðin vera. Svo fór ég út miðhöruna og inn afturuna, það nú einn kunningi sem það, maður sem að ég tek sko, að vísu laði ég þá dósina á hann. Hann laði dósina? Það var nú mikið sagt sko. Semst aftast það sem aðreikurinn var. Að því búnu óð hann inn í strætisvagnin. Ég við inn með tækið, en þá gerist það bara byssukvellur. Það sprakk slangan á tækinu og þetta ekki eldgamalt sko, bara þetta var bara eins og skotið úr byssu og það var hikkurinn þetta byrja. Ég var náttúrulega ekki unnið í slökkviliðinu ennþá, en ég var á Vinstest 243. En ég þekkti þetta og svo fattið bara prófa aftur, en þá lag bara aðeins slangan. Hann líka að horfa á krúið líka. Hann segir að allt hafi þetta gerst á undir 3 mínútum. Svo þurfti ég að fara að veita áfallahjálp á að kona í sjokki, hún var í þykkri peysu, lopapeysu, hún var sveitt í gegn. Sjálfur fekk Villi hálfgert sjokk klukkutíma eftir atvikið. Hann segir rosalegan reyk hafa verið í vagninum, mildi að ekki fór verr og segir að atvikið hafi verið eins og atriði úr bíómynd. Ég náttúrulega nýbúinn að horfa á Dancing Washington í Equalizer og alls konar svona. Dancing Washington? Dancing Washington. Þetta var akt sem var ekki til sem ég gerði. Sko? Sjáðu kallinn maður. Hvað meinar hann með þessu? Hann bara að sína hvað hann getur. Já, ok. Hann var bara að flexa. Hann var bara að sagði hvað ég er liður. Já, hann var ekkert að gera þetta inn í stræti. Nei. Þá er ég hjálpaði, býtu. Já, einhver að inni og bara beðið niður. Þetta er svo, eitthvað svo einlægur svona genuine karakter. Já, hann er ekki að feika neitt sko. Hann er bara fastagestur á Bensanum, frægasta bar á landinu. Skamma sín ekkert fyrir það, sem að er cool. Nýbúin að horfa á Dancing Washington. Dancing Washington. Hann er bara með dósina í viðtælinu. Ég laði henni reynda frá með dósina meðan ég var að bjarga mannslífi. Það ég er akkurat með sama proppin hérna til að sýningu hvað ég gerði við dósina. Ég er bara með til fyrir söguna sko. Þetta er náttúrulega algjör snill. Svo sagði ég náttúrulega, hann sko var í, þú veist, það var talað hann í Gísla Martini, það var náttúrulega komið, þú veist, hann er bara án frægur þessi guður sko. Já, eða það? Já. Ég er ekki búin að fylgjast neitt með neinu. Og svo Ingi Bauer. Ég er bara viðskiptavinurinn á bensínkaffi, frægasta bar á Íslandi. Þetta er alltaf bara snild sko. Við erum að fá hann í podcasti. Það er hann gauður. Þessi gæði hlýtur að vera með marga sögur. Sko, getum við ekki bara farið á Bensan? Já, fengið uppdrykk, kveikt í strætó og bjargað. Hann láta hann bjarga okkur. Já, láta hann bjarga, já, ok, við ætlum að gera heitur. Nei, við förum inn í strætó, kveikjum í okkur sjálfum. Já, ok. Og hann kemur og bjargar okkur. Já, alltaf sem búið að fá annars slökkvilistæki. Og við fáum okkur, eitt vikingsterkar með honum. Já. Þetta hljómar plan. Já. Ég til að kíkja hann bara með upptökutæki og bara tala við hann bara. Heldur við þurfum að ringja á staðin eða í hann á undan, er hann hann það? Já, eða heldur við getum bara mætt hvenær sem er? Ég held að við getum mætt hvenær sem er. Já, með grunara. Ég hef labbað, sko ég hef labbað þarna 2 fram hjá æfinni og ég hef hitt hann að gaur einu sinni. Já, það er bara 50% sko. Já, og líka fyrir fram. Hann var örugglega inni, skilja, í hittskiptið. Já, nokkulega. Hann var bara akkurat á klósitinu. Ég man ekki eins og hvort hann var að reykja, hann bara kom út af því ég var rauðharður. Nanni, þú ert líka rauðharður. Hann kallaði alla rauðharða sem var einn gæi. Hávaksin eitthvað. Honum fannst það gaman líka sko. Það ekki? Jú, nei. Hann var rauðharður. Þú ert rauðharður líka. Guður, ég er, sjáðu. Já, ég sé mjög vel. Þetta er náttúrulega geggjað sko. Já, þetta er snillingur.
En hvað ert þú búin að gera í vikunni? Bjarga ykkur lífum eða? Ég kíkt á bensan og bara venjuleg vika. Kveikt í strætó. Það var ég sem kveikt í strætó. To be honest. Af því hann kallaði mig rauðherðan. Sem ég ekki, ég kasta hann í brún hærður. Nákvæmlega. Já. Þannig að ég þurfti að kveiki í strætó. Shit maður. En kíktur ekki eitthvað podcast og þóttist þér ég? Herðu, jú, ég fór til Hermanns frænd okkar. Og Hermann Frændason. Já. Ég fekk skilaboð. Þú semst áttir að vera gestur hjá þeim. Já. Ég fekk skilaboð hálftíma fyrir eitthvað. Já. Ég var búin að beila. Já, eða þú veist að þau sögðu eitthvað hérna Þórhallur þarf að skoða eitthvað að vera að gefa pabbanum einhverja stjörnu í Hafnarfirði. Já. Eitthvað. What? Ég las þetta svona, er þetta eitthvað svona dirty joke eða eitthvað? Þórhallur að skrifa þetta kannski núna eða eitthvað? En svo eitthvað, já, what? Já. Og síðan komið með eitthvað, ég þarf að fylla í skarðið. Já. Þannig ég kom inn, ég mætti. Þeir báðum að taka nokkra eftirhefnir. Já. Sjá tippið mitt. Það killaði náttúrulega. Akkur alltaf, ok. Sjá tippið. Er ég að Er ég að fikta í tippinu mínu? Ég veit það. Er það fyrir framann? Þú ert að fikta í öllum tippum sem ég segir. Ég held að þegar þú lokar augunum alltaf þegar þú bara mæta alltaf þegar þú lokar augunum og hallar haustum svona og síðan ertu bara potandi í lofti af því að ég held að það sem þú sést að ímyndaðir eru fullt af tippum. Já, ok, það er ekki bókstaflega mæta ekki bara tippi út allt og ég er svona nei, þú lappar að þeim og gerir bara best úr því. Þú voru allir að prófa nýja jólabrandara sem sko. Já, ég sammála. En já. Þetta er náttúrulega spot on eftir Hermann. Já, mér finnst þetta frábært. Já, ég sammála. Ætlar að segja þetta saman. Já. Nei, en við sko að gerðið sko. Ég var að fara til Hemmafrænda. Já, Hermanns Frændason. Og svo ringir faðir minn bara í mig. Og þetta er svo ekta pappi sko að lætur maður aldrei vita ef eitthvað segir farðu til læknis. Hættu að skera þig sjálfur upp. Já, gauð. Það er samt, þú ert að skera þig. Þú ert barn sem ert að skera þig. Ég er ekki barn. Þú ert barnið þeirra. Já. Mömmuðin og pappa. Ég er fullorðinn maður sem er að framkvæma aðgerð sjálfur mig. Já, þú ert afkvæmið þeirra, litla afkvæmið. Já. Þú ert örverpið. Þú ert litla örverpið þeirra. Já, það er ég. Sem ert þú ert að skera þig. Já. Auðvitað þarfst að fara til læknis, sko. Geðlæknis, já. Þú kíktir á stjörnuna hans pappa hans Já, pabbi kom inn á göduna í Hafnarfirði og nei, hann ringir í mig, hann veit ekki hvort þú setja eitthvað upptekin eða ekki, það er eitthvað smá svona seremóni á eftir eitthvað klukkan 6 já, hvað? Það var eitthvað í Hafnarfirði eitthvað fyrir framann, bæjarbíó hvað? Það er eitthvað bara smá svona eitthvað smá seremóni eitthvað eða þú viljið koma það er ekki neitt að gera skilur og svo eitthvað þú veist eitthvað borgarstjórinn með eitthvað ræðu og eitthvað barnakór að syngja lagið mitt og ég er að fá stein í gutt já, bara eitthvað smá seremóni í gangi eitthvað pínur pans þú veist mæti og þá þurfti ég að beila á Hermanni frænda sinni og þeir skildu það og náður þetta að þú komst í staðinn og svo var þetta bara eitthvað hjút stæmi ég mætti þarna með litla og konuna og við vorum inn í bæjarbíó og svo eitthvað, já, herðu, bara þetta er að byrja að koma bara út löpum út þá löpum við bara inn í beina útsending á RÚV og stöð 2 í 1 þú veist bara, við eitthvað svona já, ok, og svo bara barnakór og það var bara fullt af fólki þarna og það var bara svona, bara lítil seremónia í gangi En vissi pappið hann þeirri fréttirna? Ég held hann ekki vita þetta væri svona stort sko. Og þetta var bara eitthvað, já svo bara, já, og þetta var svolítið fyndið þá bara, sonur minn var inn á MBL hann var á RÚV og þú veist þá bara mynda honum út allt sko og Bæjarbíó breytti svo cover myndinni sinni
það var bara, þú veist, mynda pappa, konunans og mér og sinni mín og konun. Nei. Þannig að sonu minn var frægast hungabarn Íslands. Nice. Hann alltaf, hélt þetta var snýrist allt kring sig, sko. Það var svona papparassar, skilju. Þetta var þannig bara eins og í bíómynd. Já, fílaði það. Hann var bara, hann var smá svona blue steel, skilju. Og já, svo settum við svona, lítum hann sitja ofan á steininu, þú veist, hann var með svona nafnið á Avans. Já. Og þá náttúrulega koma allir bara eitthvað, þetta er svo krúllegt, bara flaskmaði, hann bara eitthvað. Að ég sá, sko, ég var að skrolla bara eitthvað á Facebook og sá akkurat þessa mynd sem við vorum að tala um. Já. Bara eitthvað, wow, já, alveg, klikka á það. Já. Horfðu á þetta í fréttunum, klippu, og með akkurat það í huga þar sem að þú segði mér að pabbiðin vissi ekki alveg að þetta er svona stórt mál, þá sér maður það samt alveg smá, við fannst ég sjá það á hann er eitthvað svona what the hell? Já, þú veist, hann vissi alveg að það er eitthvað smá, sko. Já, þetta var alveg en þetta var bara, þú veist, þetta var beinni, þú veist, á Stöð 2 það var líka fullt af fólki þarna og fullt af fólki og þetta var líka bara svona almenningur eitthvað að horfa á. Já. Þetta var bara ótrúlega flott og skemmtilegt, sko. Þannig og náttúrulega þvílíkur heiður fyrir hann. Heima bærinn hans, Hafnarfjörður. Já, ég vissi það ekki. Ég býð hann rétt hjá núna, sko. Já. Og getur þú alltaf lappað yfir pappa. Já. Og valsað yfir hann. Já. Spíksporað yfir hann. Hoppaði stjörnuna að slata. Það voru gaman. Ég sá á þér, þú varst að reyna að hætta við að segja það. Já, ég reyndi mitt besta. Þú reyndist að stoppa þig af, en þú gastaði ekki. Nei. Þú hefur alltaf rétt fyrir þér. Þetta var tölvan hans, ekki ég. What? Arnór, þú ert bestur. Takk Þórður, en þú veist við erum að taka upp podcast hérna. Ég er ekki svona góð búktalari. Arnór. Akkur var ég að gefa þér þessi soundbit? Ég veit ekki, þú ert búin að gera mig svo kraftmikið. Það er ekki svona blow on my nipples, motherfucker. Ég þarf ekki svona að mæta. Nei. Ég geti beila á þessum þætti. Þetta verður bara ég eitthvað, haha, rassin á latta. Arnór, þú ert bestur. Já, það er í sammála. Þetta verður ógeðslega gott podcast. Rassin á latta, Arnór, þú ert bestur. Myndi ég segja það? Ég veit ekki hvernig þú tala góður. Ding, ding, ding. Þetta var það. Það vantaði svona allt lífi í þetta. Það verður komið, þú ert á sýningunni í kvöld? Nei, ok. En við vorum að tala síðast að ég er kannski að ég er á Fridays. Nú er það bara on. Já, on like Donkey Kong er það að segja. Og þegar þið heyrið þetta þá er fyrsta sjói farið í gang. Já, það er rétt. Það er á 5. og sjói var ógeðslega gaman, held ég. Þú stóð sér svo vel. Já, er sviðana? Þeir ætla að búið til svið fyrir okkur. What? Og það verður bara, hann ætlar að hafa svona rauð svona tjöld í bakgrunni. Já. Það verður svið. Stjarnar. Og stjarnar og pappa. Akkur ekki þín, hvað er þér? Akkur ekki Þórður? Sést bara í jólastjörnuna mína. Þetta verður ógeðslegur. Já, þetta er náttúrulega, fólk er að borða þarna. Nei, ég ætla bara svona að beygja mig fram og þá séru jólakúlunar og jólastjörnuna. Ég veit ekki akkur ég byrjaði þetta. Nei, það sína núna myndbandi sem ég sendi þér sem að vera bíti í bláan pung. Ég lóð svo vandræðilega mikið að bíti í bláan pung. Ég sá eina frétt í vikunum líka. Ok. Hefur einhvern veginn farið á veitingahúsið Gríska húsið? Nei, mér langar alveg að prófa núna. Já. Sem er furðulegt að því að þeir eru alveg efst á Laugaveginum eða eitthvað held ég. Já, það kom hérna frétt á DFF. Kallar ofan að viðskiptunni rasast á legara. Og síðan svona eitthvað svona quote, þú veist ekkert gríska menningu. Aldrei koma aftur. Þessi eigandinn á þessum stað er vist algjörð legend, sko. Er hann svona á hann erft með að stjórna skapinu sínu? Já, bara við fólk sem fílar ekki matinn hans. Ok. Annars held þannig ég að þessi það bara líka vera. Ég held það nefnilega. Akkur að vera að sleikja raskatið á öllum. Okay. Þannig að til dæmis hérna kemur einhver main
og segir eitthvað, I couldn't find Greek meal here, blah 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 blah, how do you dare call this Greek place, blah 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 blah. Og svo kommentar hann, it's Greek you racist. Það er náttúrulega bara auðvitað rasista því að hún fílaði ekki matinn. Já. Og segir þetta sé ekki grískur, veit ekki, þá augljóslega, þú veist, fokka er. Já. Hoppaði upp í stjörnum. Er þetta hann að svara svona, reviews? Já, þetta er reviews á, þú veist, TripAdvisor. Já. Og svo kommentar annar einhver, þú veist, ég trú ekki, ég borgaði 2.000 krónur fyrir matinn og þá kommentar eigandinn, þú ert bara reiður að því að þú ert fátækur. Sem er augljóslega málið. Já. Ég meina, af hverju þetta kvarti við 2.000 skall? Já, nefnum þú sett fátækur. Já, þú veist. Bara velkom til Íslands, 2.000 skall fyrir mat er bara fínt. Nákvæmlega. Og svo kommentar einhver annar eitthvað, Gordon Ramsay myndi líklega steigja, myndi smakka matinn og þá svarar hann sko, þú veist ekkert gríska menningu, aldrei koma aftur, við viljum ekki slæmu bragðlaugana þína. Wow. Það er grjótart. Sko. Það er þess að bragðlauga og þú veist. Hróttum upp í. Já, farðu bara með út. Jólastjörnuna þér. Já. Þannig að ég held að við ættum að taka upp myndbanda sem við förum okkar og prófum bara og smökkum matinn. Og annar okkur verður að segja, þetta er ekki grísku matur. Já, Bunny, ekki ég. Nei, drepin, sko. Ég myndi aldrei þóra að segja. Þetta lítur ekki litlu út. Nei, ég veist að ég hef oft hort hann inn og langað að smaka, þannig að ég er alveg til að fara hann að eitthvað tjónu og smakinn smak. Fyndið sko að því mér fannst þetta eða bara góð auglýsing. Já, akkur má ekki svara fyrir sig. Nákvæmlega. Akkur þarf eitthvað að vera, ég fyrirgefðu hérna gjafakort eitthvað, fáðu innegn hjá mér. Nei. Og drullaður út og aldrei komið þess að umulega bræðlöku þeirna aftur. Já. Rasistiðin. Fullt öðru stöðum, fara að fá þig pilsu. Nákvæmlega. Nei, mér líst vel á þetta. Þú ert bara fátækur rasisti með slæma bræðlöka. Nákvæmlega. Nei, hérna, ég ætla að segja bensin aftur. Bensin. Þetta var grísku að segja, ekki bensin. Já. Það er spurning hvað þetta bensinkallinn borðið alltaf á gríska húsinu. Er það rétt? Það er rétt, já. Nei. Hann nennir ekkert að fara þanga, hann fer á hraðlistina eða ef þau eru með mat inn á bensanum. Það hlýtur að vera. Já, þá borðar það þar. Ég held að hann sé ekkert mikið að fara út. Nei. Eitt vikingsterkur, þetta er bara góð máltíð, sko. Já. Getur þú drukkið áfengi á mótana? Ef ég er í útlöndum. Af hverju ekki á Íslandi? Af því það bara er lítið á mig eins og ég var öruglaður. Já, þú veist, ég geta alveg. Það er reyndar fyndið með áfengi. Það er skrítið úr heima hjá þér. Já. En ef þú ert á Húsavík, þá er það bara í góðulegi. Ég er ferðarlegi. Já, ég er ekkert heima á mér. Þetta má. Já. Það má nú einu sinni. Nákvæmlega. En fólki á Húsavík, það þarf að koma hinga til að fá sér bjór á mótana. Það er rétt. En það er einhvern veginn, ég veit ekki af hverju. Það er bara öðru sem fá sér bjór úti þegar maður er í útlöndum. Að þú einhvern veginn, og ert líka ekki endilega að drekka fullt af mikið bjór. Þú er bara færið þér eitthvað svona yfir daginn. Já, þetta er ekki hérna myndir aldrei einhvern veginn fá þér einn og einn yfir daginn. Nei. Það er bara eitthvað að gera hitt og þetta. En fólki í útlöndum gerir þetta samt. Þau segja að það sé svona dálítið íslenskt að vera að þú veist ekki fá sér bjór og síðan þegar þú færður bjór trillast bara. Já, þá færður þér svo mikið. Bætu upp. Færður 13 einu staðin fyrir að fá þig 13 yfir alla vikuna. Og þú veist það, ertu standandi í brennandi strætó og Dancing Washington kemur á. Svona er Ísland. Já. Ísland í dag. Það er ég að leggja fram með dósinu og hjálpa ykkurum. Sjá hvað ég get gert. Það er að hjálpa mig núna. Ný voru að horfa á Jason Bourne. Jason Newborn og Dancing Washington. Dancing Washington. Oh my god. Man. Oh my god. Þetta er bara, þetta er skemmtilegt. Hvað landsinnum fórst til útlanda? Fór ég síðast bara til Færeyja. Ég líka. Ég held það. Og það við erum að tala sömu ferð en samt ekki á sama tíma. Nei, þú fórst, þannig að það verða 2 ár eða eitthvað. Já, en minnst Færeyjar
svona einhvern veginn ekki telja með Nei, það er pína eins og bara fara út á land sko. Já, þetta samt ógeðslega cool og byggingan svona aðeins öðru sig og þau halda meira svona í gamla dóti algjörlega sem að mér finnst bara frábært og mér leiði eins og ég var alveg í útlöndum en samt heima þú veist, í Þórsöfn en samt er allir með þú veist kindur í garðinu Já, það finnst mér ekki mér langar að svo ferðu að fæða Pizza 67 Já kíkja á Sirkusbarinn Já og SMS og hvert einski hvert sem þú ferð Verslanarmiðstöðin Já SMS Við löbbuðum inn á nokkra bari til að svona gefa fólki einhverja svona þetta bara auglýsing fyrir sýninguna reyna að fá fólk til að koma hverjum einasta bar nánast þriðja hver manneskja var Íslendingur eða svona half breed Já, okay. Svona og kunni smá íslensku eða bara reybrennandi íslensku okay. Já Mér finnst þetta bara vera Íslendingar blandaðir eitthvað saman þetta er mjög fyndið sko mikið af þessum Íslendingur svona, ég veit það ekki eins og var að flýja lögregluna kannski var það bara því ég var lappinn á bari þetta voru allt svona típur eitthvað svona í bensum Já Fínasta fólk Er það að segja íslenski glæpamenn flýja til Færeyja? Já, sko bensin er síðasta stopp á Íslandi Svo eftir það þetta fættu Færeyja Ef þú getur ekki farið lengur á bensanum Já, fyrir beint í norðinu Þá þarfstu að fara, til Færeyja Já, þú getur tekið strætó beint frá bensanum á Seyðisfjörð Hann stoppar ekki, sko Nei Og bara, já, til Færeyja, beint á Sirkus Wow Vissur þetta ekki? Ég vissi þetta ekki Þetta er bara staðrind Þetta er bara staðrind Oh yes, daddy What the hell? Tölvan eitthvað brotin eitthvað En þú getur að koma til Grænlands Mér langar samt ekki en mér langar pínu, mér langar til að fara bara til að geta sagt þig Já, sama hér Ég var að fara á þyrlu fara til Nuuk eða Disco Island Ég veit að Rökkvi uppistandari, hann hefur farið á Ganox Hann hefur farið, já Ég held að við gætum alveg bombaði í sýningu sko. Var hann ekki eins sem hann var með sýningu mér Já Hann sagði mér það að hann hefur verið með uppistandi í Grænlandi Sagði hann eitthvað hvernig það gekk eða? Nei, það spyrir ekki að því sko. Nei, það getur verið áhugavert þú veist við vorum í Færeyjum með uppistand þannig að Já, en við vorum reynda með Færeying með okkur við vorum að fá Grænlending og bara, já, láta hann vísa okkur leiðina við getum samt alveg reddað okkur Já Hringi hótel Ætli að sé ykkur grænlensku grínisti Grænlenski grínistinn Það er góð spurning Vá Ég var alveg til að sjá uppistand með grænlenskum grínista Já Grænlensku grínisti Ræðistinni Grænlensku grínisti greip Greipur Greip Greip í greip Greip og leta hann borða greip Já, svona veit maður að þátturinn er að fara enda sko. Já, nú erum við eitthvað að reyna á grænlensku grínisti greip í greip og leta hann drekka greip sá hann Já Finnst það eins og ég var með eitthvað eitt annað Já, þú Nei, ég held bara að það tækir lengri tíma Þú veist, við þurfum að hringi í tóna aftur Já, ég hef ágjörð á hann Þetta er að því ég veit hann á að líka að vera að vinna í þessari bíómynd sem hann er að fara að gefa út skilur. Alltaf þetta sé stressið bara Hann þarf bara eitthvað Já, það getur verið Ég held að hann sé bara stressað Hann þarf bara eitthvað aðeins að flýja það verkefni og er eitthvað að hugsa bumbun á mér kl. 5 minút Já, það er stór fullett Já Mér bumbaði bara fín En það? Arnór, þú ert bestur Takk Wow. Já, takk fyrir mig Okay. Já. Nei, svona í alveg segðu mér Hvað er þetta að gera? Gerðu þetta verið fram myndana? Nei, hvernig finnst þið bumba? Oh my god Ég hringi tón Nei Ég var að skera hérna burt Hvað ertu múin að skera bumbunni en oft, guys? Bro Þetta er ekki healthy Það er eins og hryllingsmynd Bumban hans leit út eins og Chucky Ég er með rauð hár Akkur gerður þetta ekki í myndan? Þetta var ógeðslegt
Það hlýtur að vera einfalt fyrir mig að finna bumbumyndaðir. Það bara hlýtur að vera. Ég ætla ekki að hjálpa þér. Nei, Google frændi minn ætlar að hjálpa mér. Þórhallur. Hvað, Þórhallur Bumba? Ætlar að googla Þórhallur Bumba? Þórhallur Þórhallsson. Ég held að það sé nóg bara að googla Þórhallur Þórhallsson. Býtu, hann ertu. Oh my god. Býtu, þú varst einu sinni bara skinny jean. Takk. Hérna ertu með yfirvaraskegg og flautu. Já. Bumbi bumb. Hérna ertu lítill strákur. Hérna strákur þinn. Hérna Þórhallur Bjarnason, hann pabbinn. Hann ertu með Elvar í podcasti. Þórhallur Þórhallsson Bumba. Býtu, hann kom hundur. Ok. Og fullt af fólki sem Sylvester Stallone. Já, hann voru góð vinir. Bruce Willis og Mickey Rourke. Ha? Ok, fara inn á YouTube. Bubbi Mortens. Fara inn á YouTube. Fara inn á YouTube? Já. Alright. Vitleysa.is. Og ég skrifa vitleysa.is. Já, og krabbameinsleit. .is, krabbameinsleit. Já. Krabbameinsleit. Akkur ég hjálpa þér? Af því að þú ert What? Thumbnailið er bara fínt, sko. Sko með það. Er ekkert hljóð í byrjun? Hanna. Þetta er Eyvindur. Eyvindur er að labba upp á hurð. Gera þetta fyrir hlustendur. Er hann að brjótast inn í íbúð? Já, er hann að brjótast inn? Já. Ok. Þannig ég svovandi. Þetta er svovandi með sængina yfir eins og Eyvindur skríður upp í. Býtu nú við. Þetta bara fínt. Hvað er það að gera? Eyvindur, hvað er það að gera? Ég bara tekkaði hvort það sé ekki alltaf leið með pungin á þig. Þú ferði til læknis, skilur, þetta er ekkert feimnismál. Maður bara láta það fylgjast með svona. Þú ferði ekki að gera þetta sjálfur, en einhver verður að gera þetta. Vá, þetta er lífið í dag með Þá fyrir þú að fara að panta tíma hjá læknis, skilur. Allir var það. Ég skal gera það á morgun. Þá læknum við í friði. Ekki máli, ok. Segð það. Sjást góða. Við fórum full circle. What? Sofa í friðin. Þórhallur. Mundur eftir þessa línu? Nei. Ég myndi bara ég var á bumbunni. Vá, þú var svo mikið meira en á bumbunni. Þú varst á punktum líka. Hann var skoða punktinn. Þetta er ógæðlega höndið. Hann bara að tjekka hvort ég var með. Ég trú ekki að við ekki sé þetta aður. Krabbameinspunga. Damn. Jésús. Herðu, þetta fór full circle. Við erum búin að fara yfir mörg málefni í dag. Ég get líka viðkynnt að ég er með staði bumbu í dag heldur en þarna. Þetta er svolítið langt síðan. Já. En það er fínt ef þú ætlar að vera eitthvað að sína eitthvað bumbu. Og sína það þessa. Já. Þetta er bara rétt að byrja þarna. Segð bara smá körf. Svo, já. Svo er ég bara búin að skera burt. Nei, ok. Við ætlum að þakka fyrir okkur í dag. Við vonum að hérna, já, við erum bara fínt. Já. Komið á 50-daginn. Þetta er alltaf bara alla 50 daga. Þetta er hvern einasta 50 dag. Það sem eftir er ævinnar. Já, komið alla 50 daga það sem eftir er ævinningar. Það sem eftir er heimskulu ævinningar. Já, þetta er ekki. Og ekki að tala svona. Ef þið komið ekki þá eru rasistar. Já, þeir eru rasistar. Og viti ekkit uppistandsmenningu. Takk þess að bræðlöka. Stingiðum upp í rasíska raskati. Rasíska raskati. Grænlensku grínisti. Reðst inn í Rómaborg. Með rasíst raskat. Takk.